bara forvitin með hægri mennsku föðuðins og vinstri mennsku móðuðinnar. Lýstu svo betur fyrir mér, þannig ég skilji þetta. Af því að þetta ekki, faðiðinn var ekki skoðanabróðir Hannesar Hólmsteins og Bjarnar Benediktssonar. Afskaplega langt frá því. Þetta voru menn sem að, hefði snúið sér við í gröfunni ef þeim hefði verið sagt að árið 2022 þá var í Reykjavíkurborg farin að kaupa alla raforku af olíufélagi af ennum. Þetta er náttúrulega svo absúrt að það er við erum komin inn í einhvern allt annan hitaveitu og rafmagnsveitur Reykjavíkur. Já, og þetta voru menn hins vegar sem að svona vildu nýta markaðslögmálin þar sem að þau ættu við. Hins vegar breytir ekki því að Sjálfstæðisflokkurinn á þessum árum, hann var alltaf hagsmunaafl sem hann alltaf hefur verið fyrir svona kapitalismann og fjármagnsöfnin. En þú byrður með að lýsa þessu nánar. Hvernig gat þá pabbiðinn sé það að það var í góð staða fyrir hann að vera með þeim? Að því að hann held ég hafi nú aldrei verið mikið að hugsa það eitt hvað var í góð staða fyrir hann, heldur hvað væri heppilegast svona fyrirkomulega okkar samfélagi, að nýta svona einstaklingsframtækið eins og hann leit á það, en vildi jafnframt hugsa samfélagslega og gerði það alla tíð. Það er rétt að efnafólk hefði einhver tök á stjórnlandsins? Nei, það var ekki svoleiðis, alls ekki, svo hugsun, alls ekki. Heldur hitt að það mætti ekki hefta einstaklinginum of, en það ætti að virkja allt í þágu samfélagsins. Samfélagið ætti að sjá svona frumþarfirnar allar. En ekki vildi mamma þín hefta frelsi einstaklingsins? Nei, en hún var nú engin hefðbundin vinstri manneskja hún mamma og ekki við til þess hún hafi einhvern tímann verið flokksbundin eins og bræðurinnar voru svona vinstri menn á vinstri sósíalistar. Nei, ég byrja nú reyndar að bóka á að rekja það að hún spyr mig árið 1982. Hvað ætla þú að kjósa í voru minn? Og ég segi allir kjósa ekki fylkinguna eða alþýðubandalagið, ég skoða hvaða flokkur stendur lengst til vinstri í vor. Já, þú hafði að tala borgarstjórnarkosningar. Ég er að tala borgarstjórnarkosningar og óttalegt íhald ertu, minn, segir hún. Já, þú ætlar að hafa það þannig. Akkur kisti ekki kvennarhreyfinguna, kvennaframboð eins og hér þá. Og þú veist hvað þær ætla að gera? Þær ætla að fella valdastólana. Þær ætla að búa til allt annars konar samfélag sem að kemur til með að gagnast konum og körlum. Samfélag sem að byggir á jöfnuði og lýðræði og án svona þess valdboð sem við oft þekkjum í okkar samfélagi. Hún var ávarpa anarkistan hugmynd. Hún var ávarpa anarkistan hugmynd og ég náttúrulega hlíti mömmu og kaus hvenna frambóðið en síðan líður og býður og hvenna hreyfingin, hvenna frambóðið var það hvenna lista og hvenna listin svona hann ætlaði að geta breyttum þessar áherslur, hann ætti við að fella valdastóluna, vildi jafnmarga konur og kalla ofan á valdastóluna. Og þá var komið kvótakerfi og þar veit ég Gunnar Smári að við erum samherjar, en þess að við vorum nú í fundaherferð fyrir COVID, kvótan heim og gegn kvótakerfinu. Þannig að eftir það þá var ég komin svona til vinstri, en ég hef alltaf ég hef aldrei hugsað í flokkum mikið, heldur í hugmyndum og litið svo á alla tíð að pólitíkin hún snúist það hvernig samfélagið hugsað, hvað samfélagið vill að sé gert og hvaða leyfir að sé gert. Og ef það leyfir að það sé gert sem við að gerast núna, en einn að selja borginni bensínið, að bankarnir okkar séu seldir og gefnir, hér á Silfurhöfn aftur og landið selt frá okkur og orkan og svo framvegis. Kvótinn gefin. Já, kvótinn gefin. Heilbrigðiskerfið einkavætt. Skólakerfið einkavætt. Nákvæmlega. Þá er illa komið. Og þá er mikið verk að vinna fyrir félagslega sinnað fólk og sósíalista að snúa þessu tafli við. Og þessi bók, hún fjallar að nokkuru leyti það. Hún er ekki skrifuð svona sem þunglesning, reyna að hafa þetta svona sæmilega létt, en ég er að rekja það hvernig á því stendur að okkur hefur verið ýtt inn í þennan farveg. Hvernig hefur það gerst? Hvernig hefur það gerst? Og ég segi
þetta hefur gerst í gegnum alþjóðavæðinguna. Þetta alþjóðavæðingin sem að ýta okkur inn í þetta öngstræti sem það er. Og búið að vera lengi. Vegna þeim tíma sem að þú hefst búin að vera að berjast vinstramegin, að þá hefur hægrið verið að sækja á. Þá hefur hægrið verið að sækja á heiminn alla. Þetta er svona saga vinstrisins á tímum hægrisins. Á tímum síðkapitalismins. Það má segja það. Að það sé það. Og þetta segir frá baráttu okkar í BSIB. Allan 10. áratuginn og fram á fyrsta áratug þessar aldar gegn þessari þróun. Við settum upp, það má segja, við höfum haft á okkar vegum eins konar verkstæði í hugmyndavinnu gegn þessu. Við fluttum inn, alltaf við gjörðum svona 15-20 fyrirlesar erlendis frá. Færustu menn sem stóð í farabróti, verkalýðshreyfingu og í rannsóknum, fluttum þá inn allstaðar að, Bretlandi, Bandaríkjunum, Evrópu, gáum út hver sem að sástof þingmenn taka upp heilbrigðiskerfi, einkavæðingu þess og raforkunar og svo framvegis. Og vorum komin með svona magnaðasta vef, ekki bara á Íslandi, í heiminum markaðsvæðingu vass og þessara frumþarfa. Og þarna þarf hreyfingin, finnst mér, aftur að taka upp baráttu vegna þess að ef að er ekki skilningur á þessu, þá komist við aldrei neitt. En áður við förum að tala vinstrið á tímum nýfrjálshyggjunnar. Það er því að ég með langar að spyrja anarkistan hver er það? Hann er maður sem að vill helst ekki láta skipa sér eða segja sér fyrir verkum. Ég vil taka tillit til annara. Ég hef alltaf átt auðvelt með að starfa með öðru fólki að sameiginlegum markmiðum. Það er maður sem að skilgreinir samstöðu ekki í stofnun, heldur málefni. Samstaðan á að vera málefnið, því sem að þú ert að berjast fyrir og að safna liði hana. En ekki stofnunina, það er svona hinn íhaldsama nálgun og þá þarf að hafa þessa afstöðu, þetta viðhorf að þú látur ekki múlbinda þig, þú látur ekki segja þér hvernig þú átt að hugsa og það er nú reyndar eitt sem er að gerast í samfélaginu og heiminum öllum, að það er þessi skoðana myndandi frekja að ofan að segja fólki hvað má segja og hvað má ekki segja hvað má segja og hvað má ekki segja ég vil uppreist en þessi anarkistin Ögmundur, er hann alltaf svolítið að rífast ef á að segja honum eitthvað til? Nei, ef mann í uniformi þá er það ekki þannig? Nei, hann er ekki að rífast. Ég segja þér dæmi það svona, og aftur mótsærandir í lífinu. Ég heiti daginn þingkonu frá Kanada og hún var ofboðslega reiði við því að í Kanada fengju lögreglumenn sem væri af indverskum uppruna ekki að vera með vefjahöfn og sagði, nú er ég mikið barátta til að berjast gegn þessu. Já, segi, ég er algjörlega ósammála, segi. Við finnst þetta ekki geta verið baráttumál, ég er bara að taka þetta sem dæmi það að einstaklingurinn á ekki alltaf að ráða, sko. Og hvers vegna ekki, segir hún? Já, við skulum segja að þá fara að dæma í máli sem að snýrað fóstureyðingu. Viltu fá þá nunnu í nunnuklæðum sem dómara, ef hún hefur verið það, eða prest fyrir prest sem ákveður að vera með kragan. Á Palestínumaðurinn að sitja frammi fyrir manni með svona hatt að hætti gyðinga. Nei, þarna á að vera sko bara uniform. Þarna er bara síkarnir verði að skerða hársitt. Já, bara sko að þú, hvernig sem þið gera það að þá tekurðu þessi einkenni frá þér. Þannig að þetta er ekki bara spurningum að ég geri alltaf mitt, sko, það sem ég vil. Stundum þarf þetta að aðlaga þig að aðstæðum og velja þér. En einstaklingur gegn valdinu er svolítið svona þráður
oft sko fellur umfjöllun það sem að gerast erlendis og öll svona átök oft í það. Það svona frásögn sem á auðvelt með að fara í gegnum fjölmiðla. Foreldrarnir í ráðhúsinu sem að vilja fá leikskóla fyrir börnin sín sem hafa lofað. Eða maðurinn á torgi hins himneska friðar sem stendur frammi fyrir skriðdrekanum. Það einstaklingurinn gegn valdinu. Þetta búið að vera, þetta haft mikil áhrif á okkar samtíma. Það er ekki þannig að einstaklingurinn hafi verið kúaður, eða hvað? Kannski eru við bara alltaf að taka upp svona einhverja myndir af baráttu einstaklingsins og hampa þeim vegna þess að raunverulega hefur einstaklingurinn ekki mikil völd. Hann hefur lítil völd og jafnvel þegar að gerðar hafi verið byltingar í nafni frelsisins og hins kúaða að þá eru dæmin þau og ekki bara dæmin heldur þá er reglan svo nánast að byltingunni stólið mjög svona korteri síðar og það er einhver allt önnur típa komið þar til valda og þess vegna er engin bylting framkvæmt þannig að hún sé til allra framtíðar. Þetta er spurningum afstöðu, þetta er spurningum hugafar, þetta er spurningum viðþorf til lýðræðisins, til einstaklingana og það bara hefur einkennt allt stjórnarfar í gegnum söguna að það eru einhverju sem að taka völdin, hvað sem kerfið heitir og gegn þessu þarf að berjast. Og það er aldrei búið. Það er aldrei búið. Við erum samverkamenninir í sköpuninni. Við verðum að halda áfram til þess að halda einhverju lífi í gangi. Ég nefndi nýfrásökuna, þegar þú ert ungu maður, þá vinnur hægrið eiginlega hugmyndabaráttuna. Myndur þú skrifa undir það? Það er svona í kringum seinni hluta 8. áratugarins að þá hafi meira eitthvað þrótt í vinstrinu þannig að hægrið nær yfiráðum í hugmyndabaráttunni með nýfrásökunni. Já, ég held að þetta sé rétt. Ég held að þetta... Hvað klikkaði? Ég var út í Bretlandi við nám frá 1969 og svo á 8. áratugnum var fyrst í sögunámi og svo var ég svona rannsóknarvinnu við háskóla í Skotlandi og ég man sko nánast dagsetningarnar þegar að breytingi varð og það var þegar olíukrísan kom. 73. Já, þá mátti sjá og ég íki svolítið að hipparnir sósíalistarnir sem höfðu verið á öllum fundunum, þeir eru allt komin bara í jakkaföt og bindi. Þeir ætlaði að fá vinnu sko á morgun. Og þetta hafði gríðarleg áhrif inn í öll stjórnmál. Það hefur verið öryggisleysi. Já, öryggisleysi, óvissa og öryggisleysi og þá gerist eitthvað líka í pólitíkinni. Callaghan-stjórnin sem fór fyrir verkamannaflokknum, James Callaghan fór verkamannaflokknum þá, að hann svona vil taka upp einhvers konar skynsemistrú til að bregðast við þessu og það er ekki bara svo að sveitarfélög og ríkið eru beðin að halda í við sig í kaupgreiðslum til launafólksins heldur farið að refsa þeim sveitarfélögum sem ekki gera það og verkalýðshreyfingin og fólk almennt bara spyr hvað er að gerast hérna og erum við komin þannig í samfélaginu að við ætlum bara að sætta okkur við óbreytta skiptingu er það svo? Með skipun frá flokki. Já, skipun frá flokki og þetta og svona frá þessum tíma fer þetta allt saman að gerast og þess vegna er það sem að Hvað gerist þá? Sundrung meðal vinstri manna eða óvissa hvað þeir að biðja eða fyrir hverju að berjast eða hvað er það sem gerist? Ég held að það er einhver viðhorfsbreyting í samfélaginu almennt líka að ef þú ferð aftur í tíman og lengra aftur 4. áratuginn ferðin í New Deal, stjórnina vinnandi stétta hér og sko að samfélagið allt, ekki bara verkalýðurinn þeir allra lægstu heldur miðstéttirnar og samfélagið
tilbúið að hugsa samfélagslega. Ég hef stundum sagt frá því að þegar ég var að fylgjast með Thatcher þegar hún kemst til valda undir lok 8. áratugsins og svo á fyrstu árum þess 9. að þá var ég hérna upp í sjónvarpi alltaf að sá henni falli. Ég sagði, heyrðu, það er 500.000 atvinnulausar, hún hlýtur að falla og 1 milljón, ég voru ekki ennþá komið, 1,5, 2,5, 3 milljónir atvinnulausar og hún var aldrei sterkari. Hvað hafi gerst? Það var einhver breyting sem hafði orðið í samfélaginu afstöðu til samfélagsins. Og það mistrú á gömlu. Já, það er eitthvað slíkt sem gerðist og svo náttúrulega talsverður síðar kemur Tony Blair og þessi Tony Blair að koma allstaðar upp og Margaret Thatcher sagði svo ágætlega að þegar hún spurði hver er þinn mesti sigur, hann heiti Tony Blair sagði hún, að þeir eru bara konur eins og við. Þetta lýsir að það hafi verið skipt samfélagssáttmála og eftir stýrsárunum hafi verið samfélagssáttmáli sem náði langt út fyrir vinstrið, að við værum á leiðinni að auknu jöfnuði, auknu svona öryggi og velferð allra, en síðan þarna í olíukreppunni hafi bara fallið. Nákvæmlega. Og það er þessi... Þá kemur lausnin, þá kemur stígur ykkur upp og segir lausnin þessu, það við bara hættum þessu öllu. Sko, það er þetta sem að ég var í raunin að vísa til og þú reyndar líka að þið verum að skoða sjálfstæðismenn, svona kratana í sjálfstæðisflokknum hér svona 1960, 70, 60 að þeir aðhyllast þennan samfélagssáttmála. Þú verður að rífast það hver langt að ganga, hver hratt að gera það, en það er enginn að efast það að við eigum saman að reka skólana og sjúkrahúsin og heilbrigðisþjónustuna og vegakerfið. Núna er bara að fara að bjóða þetta allt út. Og vinstri mennindir æmt af alla. Ég er ofta að reyna að koma umræðu með einkavæðingu til svo ívilstöðum, heilsugæslunum og Reykjanesi. Mér gengur það bara ekki neitt. Nei, ekki nóg með það, heldur, ég sá 3 framsóknar ráðherra skrifa grein, ég held að vera í Moggan fyrir svona nokkrum vikum, 2 mánuðum kannski, sem hét samvinnu hugsjónin er lífsafstæða, held ég verið, það var eitthvað svona hástemt. Samvinnu hugsjónin, hver er þeirra samvinnu hugsjón? Sigurður Ingi vegamálaráðherra, hann kallar það hinnan nýju samvinnustefnu að veita fjárfestum heimil til að seilast hún í vasa vegfærenda til að græða á því. Ég held að einhver hefði snúið sig við í gröfinni af svona fyrri kynslóðum. Finnst mikið í kringu Bifröst núna. Já. Nei, þetta er svo mikla grundvalla breyting. Þá ert að segja það að hægri maður í samfélagi þar sem samfélagssáttmálin er það að við stefnum að auknum jöfnuði eða bara, tala bara Johnson, Great Society, að eina réttlætingi fyrir skipulögu samfélagi millum okkar er að við séum að rétta hag hinna vessettu. Þetta sagði Johnson sem að væri náttúrulega bara hægri maður. Það er hægri maður í slíku samfélagi, hann er skárri heldur en vinstri maður í samfélagi þar sem að samfélagssáttmálin það að allir eigi að græða. Við verðum fyrst að sjá til þess að þinni ríku hafi nóg umleikis til þess að þeir geti skapað samfélag. Já, en sko, þegar þú lest viðaukan þessari bók, að þá velti ég fyrir mér hvort að þurfi að mynda vinstristjórn hérna, eða hvort sé hægt að mynda vinstristjórn. Og ég segi það sé nú ekki hægt nú stundir, vegna þess að það sé ein forsenda sem að sé ekki til staðar. Það verður að vera vinstri menn á þingi þá. En hvar eru þeir? Hvar er fólkið sem er að andæfa hvar er fólkið sem er að andæfa einkavæðingu, þú nefndi Vífilsstaði. Ég tek bara svona dæmis að því að það var bara að gerast í fyrradag og það er vitað að almenningur eru á móti einkavæðingu heilbrigðiskerfinu, 70% ekki. Af hverju þetta er ekki fréttamáli, ég bara skilur það ekki. Nei, þetta er bara, þetta er verkefnið. Það voru fréttir bara fluttar fyrir þá sem þessi 30%. Já. En það er svolítið merkilegt að þau skuli komast upp með þetta í ljósið þess að ef þú tekur öll helstu
svona baráttum mál í stjórnmálum á síðustu árum og áratugum, við tekur kvótan, tekur heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið, vegakerfið, 70 pluss almennings sömu skoðunar. Yfirgnæfandi meirihluti fólks. Það fer ekki þá leið sem stjórnvöld velja. Og þá veltum maður fyrir sér, hvað hvað þarf að gerast? Og ég held að þegar það gerist, þá tekur það ekki óskaplega langan tíma að breytast. Vegna þess að ef þú ætlar að breyta samfélaginu, það var einhvern veginn sagt á þyrfti nema 3-4% þjóðurinnar til að ef það er nógu öflugur til að svona umbylta, öflugur hópur til að umbylta samfélaginu og gera verulegan skurk, en hann breytir aldrei neinu. Þessi hópur breytir aldrei neinu. Hann er bara völdum. Þetta er alveg vel orðað. Spurningin er að breyta samfélaginu. En í okkar tilviki getum við verið bjartsýn vegna þess að viljinn almennt í samfélaginu fyrir því sem að við erum að berjast fyrir sem erum á vinstri vægnum og viljum kenna okkur við sósíalisma, að hann er fyrir hendi. Hann er fyrir hendi í samfélaginu. En við getum líka hortið við tíma og sé það að valdastéttir nær alveg halda völdum þrátt fyrir að hún sé að fara með samfélagið í einhverja átt sem að 70% viljið ekki. Og hún er bara nokkuð góð í því. Já, hún er nokkuð góð í því. Og þú bendir til þess að það er engi vinstri maður á þingi. Það er gott fyrir valdastéttina ef hún þarf ekki eins og óttast og óundirbúnar fyrirspurnir. Ég segi það var þegar að vegatollarnir, þegar þeim var heimild, það er ekki spurning um að setja vegatollar, sko. Það er ekki spurningin um það. Spurningin er að leyfa fjárfestum að setja vegafeta. Taka svo 15% arðsemi út úr þessu. Taka það. Það var einn þingmaður sem greiddi atkvæði á móti, það var Oddný Harðardóttir, samfylkingakona. Og ég hugsaði... Þetta er með ólíkindum. Þetta er með ólíkindum. Það hefur verið gerða kannanir og spurt afstöðu fólks til þessa. Og ég man ekki held að það hefur verið 65% sem voru á móti þessu. Já. Og það sé bara einn þingmaður sem stendur fyrir 65%. Þessu verið alveg stappað 62 þingmenn sem standa fyrir þessi 35%. Já, þetta er svona, og kvótakerfið er eins, það er sama. En af hverju gerðu þetta? Ef við förum aftur, fyrir þennan dag 73, þá var það almenn trú, föðuðins og hippana og verkalýðsfólksins sem að þú varst með fundum og hægri mennina, að við værum á leiðinni í áttina auknu jöfnuði. Það var svona bara... almenn trú. Að það var eiginlega eina sómasamlega sem að stjórnmálinn getur snúist væri það, fyrir utan, þú veist, einhverja leifar af eitthvað svona hernaðarhyggju og eitthvað svona sem að var frá gamla samfélaginu. En getur það og þá trúði fólk að við verum að berjast fyrir góða og því góða hlýtur að vinna. En það vann ekki. Í bili, það kemur. Vegna þess að það kemur. Ég er alveg samfærður það vegna þess að þetta þjóðfélag sem er núna búið að sleppa alveg lausu, að það mun aldrei geta lifa til framtíðar. Það mun aldrei geta gert það. Það mun geta sjálft sig. Það er eins og eiturlyfja sjúklingur sem mun deyja svona of skamti og of stórum skamti. Einhvern tíma gerist það. En ég held að þetta tengist því að á þessum tíma sem við erum að svona horfa til miðan 8. áratuginn, að þá er ríkjandi svona fram að þeim tíma mikil bjartsýni og framfara hyggja. Það trúaði allir að þrátt fyrir, styrjaldir út í heimi, hungursneiðir hér og þar og óvaran. Það trúaði allir í okkar heimsluta, nánast bara þvert yfir, við erum á framfara leið. Og við erum að gera samfélagið betra með því að láta öllum líða þar betur. Við getum rifist það hvað ég er að ganga langt og hvað ég er að skattleggja mikið úr framvegis, en þarna verum við að stefna. Síðan með óörygginu, þá er svona eigingirninni veitt inn í svona hugarfarfólks í ríkari mæli og það er það sem gerðist, held ég, í þessari atburðarás sem ég var að vísa til með Margaret Thatcher og atvinnuleysið. Jú, það eru 3 milljónir atvinnulausra, en það eru miklu fleiri sem hafa atvinnu. Og ég er einn af þeim. Ég er einn af þeim. Og nú þarf bara að passa upp á það. Það er einhver svona hugafarsbreyting svona og það sem einkennir okkar tíma núna er framhald af þessu óöryggi og þessari svona eigingirni, en leið erum við að tala þessar mótsagnir.
einstaklingur, hvernig hann hugsar og hvað hann tilbúin að láta svona íta sér úti í pólitíkinni og hins vegar hvernig samfélagi þegar það spurt almennt hvort vilt þú Gunnar Smári fjármagna heilbrigðiskerfið með sköttum á meðan þú ert aflögufær og vinnandi eða viltu býða þá til að vera veikur og viltu borga þegar þú eru veikur. Hvort nú betra samfélag? Það svara því allir 70-80%. Þannig að auðvitað vil ég borga meðan ég heilbrigður og vinnandi. Og þetta eru skoðanakannanir sem eru gerðar, trekk í trekk, síðast af háskólanum á vegum BSIB held ég, og Moggin laðist þá í gríðarlega rannsóknarvinnu að reyna að finna það út að þetta væri einhver misskilningur eða rangtúlkan. En þetta bara, svona hefur hver skoðanakönnun á fætur annari í áratugi. Hún hefur skilað þessum niðurstöðum. Stjórnvöld stýra ekki í takt við það. Nei, alls ekki. Þá er það einhverju sem er annað heldur en lýðræði. Já, bara auðræðið. Og hugsaðir það fyrir 30 árum að þá svona, byrju auðvaldsþjóðfélag, auðvaldið og er það nú ekki svolítið svona mikið svona í lagt að nota þessi hugtök, þetta ekki svona frá fyrri tíð? Það setur engin spurningamerki við það lengur, þetta er bara svo lýsandi okkar samfélag, hvaða sem að ræður og pólitíkin lætur þetta gerast. Og maður sér það að fara víðar, þú veist að segja að vera engi vinstri maður á þingi, maður sér fólk nota auðvaldið langt út fyrir hóp róttakra sósíalista. Já, ég meina þetta er bara harðrán. Stundu finnst maður úr hvað átt að kemur og maður velta fyrir hvort að fólk sé að ruglaði saman við auðlindarán þannig að umræðin er að breytast. Þannig að því að tala hann 73 ég hugsa að ég geti tekið svona hagtölur til þess að meta áfalli sem verðbólgun, efnahag, samdrátt, falli í kaupmætt og öðru slíku. Tímabilið 2008 og svo aftur núna, til dæmis í Bretlandi. Það eru bara tölur á starfi það. Þannig að þá er spurningin falli í svipað efnahagslegt fall sem að leysir upp samfélagssáttmálann eða ítir honum, kannski var hann orðið feikin, fiskur og fúinn. En efnahagslegu áföllin sem eru núna 2008 og svo í COVID og svo í núna á verðbólgutímum, þau eru viðlíka stór. Heldurðu að þau geti umturnað þannig að við förum aftur á einhverja skári braut eða getum við verið að horfa á bara eitthvað ennþá verra, að nú er óttinn orðið svo mikill að fólk mun flýja í einhvers konar fasisma. Þú veist að lýsa á þann að því að fyrir 73 að þá var meira öryggi og þá var þarlegandi ef ekki að leyfa svörtum að vera með okkur í samfélaginu og konum og þú veist, þetta ekki allir lægi, bara betra. Síðan kemur einhvern veginn efnahagslegt áfall og það verður tregða til þess að gera það. Nú erum við að gangi í gegnum mikil efnahagsleg áföll. Er ekki alveg hættan á því að það rökkvi í að samfélagi verði bara verra? Sko, það er að þú var svo bjartsýn rétt á þann? Jú, ég er bjartsýn, svona ef ég hugsa langt fram í tíma, Nei, það gengur nú ekki, sko, ég veit að það í pólitíkinni þá eru til ísaldir og betri tímabil og þetta og allt þetta er að lagast vegna þess að það kerfi sem við erum að bjóða upp á, það ræður ekki við þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Nú er heimsauðvaldið sem að hittist árlega í Davos í Sviss og er að reyna að ná yfirráðum yfir heiminum öllum, svona yfir þjóðlegu valdi yfir okkur öllum. Það er það sem þeir eru að gera. Nú eru þeir að finna þá út hvernig þeir geta grætt á grænu. Það er viðfangsefnið að græða, það er allir búin að gera sér grein fyrir því að við erum að menga mikið, við erum að henda allt miklu plast í sjóinn og alls konar efnum, gleypa þau og henda þau í umhverju okkar, þetta gengur ekki. Nú þarf að gera eitthvað í þessu og þá vil ég að græða á því náttúrulega. En það mun ekki ganga til lengdar vegna þess að kerfið sem að byggir á útþenslu, stöðugri útþenslu, meira, það gengur ekki upp til að leysa þessi vandamál. Það gengur ekki upp. Og nú ertu búinn hér. Þetta er lífsmotto krabbameinsfrumunar.
Já, má segja það. Já, alltaf bara áfram að vaksa. Já, alltaf bara áfram að vaksa. Og þetta gengur ekki. En ef þú hlustar á núverandi ríkisstjórn, til dæmis, þau eru að tala svona hvenær þau svona andvarpa og hvenær þau lýsa feginleik og svona við, það er hagvöxtur. Ef það er hagvöxtur fyrir sjáanlega, nú verður allt í góðu gengi, en nú leiði ætlum við að taka á umhverfisvandanum og við ætlum að gera þetta. Sko, þetta er ekki lausnin. Lausnin er annars konar samfélag sem byggir á öðrum grunnhugsunum en stöðugum vexti. Því að það þjóðfélag ræður ekki við þennan vanda. Og núna þegar þú afhendir öll völd í landinu til fjármagnsins, því að það er verið að gera það. Það er það sem ræður. Við erum að berjast í húsnæðisvanda. Sko, flugfélagið byrjar að fljúa í gríð og erg og vill fleiri rampa og Keflavíkurflugvelli og í Hvelli 2000 manns í viðbót að vinna. Hvað þýðir það? Það eru 2000 íbúðir. Það eru 2000 íbúðir sem það þarf að byggja. Hver er að taka ákvörðun þetta? Það er náttúrulega Player eða okkur annað flugfélag. Ég er ekki á móti túrisma, ég er ekki að tala þannig. Ég er bara að segja, þarna liggja völdin. Þarna liggja völdin og svo það samfélag alltaf verið að bregðast við þessum mönnum. Og svo byggir enginn ef mann græða á því. Þannig ef það er enginn til þess að græða á því, þá verður það ekki byggt. Já, nákvæmlega. Eða þá einhver til þess að græða á því að hafa bara mikla húsnæðiseklu því þá hækka verður. Já, sko, húsnæðiskerfið... Þið opinberir ekki að byggja, sko. Nei, það er mergur í málsins hér. Ég var ánægður að sjá þannig sönnu í borginni hér, setið það fram fyrir síðustu kosningar, að það var Reykjavíkurborg sjálf sem ætti að axla þennan vanda sem að því ber lögum samkvæmt að gera, sjá þegnunum fyrir að sjá til þess að það sé ekki húsnæðisleysi. Nei, það er ekki svo. Borgin hefur alltaf verið að hlaupast undan þessum vanda og þetta er bara eitt dæmi það hver það er sem á að leysa vandamál samfélagsins og á hvaða forsendum það verið gert. Veistu hvernig það brúðist við til Sönnu inn í borgarstjórn? Það er eiginlega, ég sendi hlekkin á umræðina, þeir bara stóð í röðum, menninir, til þess að rauna yfir hana, hvað það væri sko fáránleg hugmynd. Og það var alveg Samfylkingin og Viðreisn og félagar. Þeim fannst þetta bara, þau voru næstu móðgæðir að þurfa að fjalla um þetta. Auðvitað finnst þetta móðgæðir. Þetta fólk er að tala fyrir allt. Aðra hagsmuni, þeir eru að tala fyrir allt. Það eru bara nokkur korter síðan að þetta var raunverulega í gangi í samfélaginu. OBB byggingafélag. Já. Og félagslega reikinn alltaf. Já, þessu þarf að snúa við aftur. Og þetta er allt hægt og það mun gerast vegna þess að hitt kerfi ræður ekki við þetta. Það er svo einfalt. Og ef þú hleypir peningavaldi og gróðahyggju eða bara hvar sem þá er fjandinn laus. Nú er farið að selja andrúmsloft. Það er nú eitt. Það er farið að selja andrúmsloft og loftslagskvóta. Hvað heldur það þýði á endanum? Hér eru fjárfestafattir að fjárfesta í gróðurmold, ekki til eignast landið, moldina til að geta ræktað tré og fá borgað í gegnum loftslagskvóta sölukerfið. Þannig umbreytur Íslandi á forsendum peningahyggju. Sem sagt, ef þú afhendir þessi völd allstaðar á öllum frontum til fjármagnsins, að þá er það fjármagnir sem að ræður ferðinni. Það ræður ferðinni á hvernig húsnæðiskerfi við höfum, hvernig landið kemur til með að líta út, hvernig heilbrigðiskerfi við höfum. Það gerir það. Markmið er ekki að byggja upp gott samfélag. Já, markmið hættir að vera að byggja upp gott samfélag. Herðu, nýfrjálshyggjan og vinstrið á tímum nýfrjálshyggjunar. Verkalýðshreyfingin, þetta er ekki hennar besti tími, þótt að þú sést stoltur og ánægður af tímaðinum í BSRB. Já, sko. Þá er nýfrjálshyggjutíminn ekki blómatími verkalýðshreyfingarinnar. Nei, sko, en kannski var svona sprettur á opinberum starfsmönnum því að þeir eru eiginlega bara nýbúnir að fá verkalýðsréttinn þegar nýfrjálshyggjan bankar upp á. Já, sko, þeir fá verkfallsréttinn BSRB 1977 og strax konur verkfall 1978
Löngu tímabært og það svo hörku verkfall 1984 og sem að skipti máli og breytti valda hlutvöllum inn á vinnustöðum og alveg tvímaralaust og hafði mikil áhrif eins og allir þekkja sem þekkja það var þátt í verkfallsbaráttu að þessu tagi. Við útskýrðu það fyrir þeim sem hafi ekki tekið þátt í. Hvað það sem breytist? Stefán Ögmundsson, hann sagði, og ég vitnaði til þessi bókinni, hann sagði þegar prentarinni fór í verkfall 1984 leið og við í BSRB. Hann var spurður, voruð ánægði með það sem út úr verkfallinu kom? Já, var þess virði? Var þess virði? Já, við hefðum nú viljað hafa krónutöluna betri, sagðan, en þeir náðu ekki á okkur sjálfsvirðingunni. Og það þetta sem að barátta snýst það er völd inn á vinnustöðunum og í samfélaginu almennt og eftir verkfallin 1984 hjá BSRB þá lögðu ýmsir svona forstöðum hjá Ríkisútvarpinu þekki ég sem höfðu svona farið að stunda það að senda skriftur eftir kaffi fyrir sig sá siður lagðist alveg af og hvers vegna heldur að það hefur verið það var bara út af því að þær voru búnar að skrifturnar og annar starfsfólk var búið að snúa þessu tafli svolítið við. Það er það sem gerist í slíkri baráttu. Og þú verður að gera það aftur og aftur. En það var ekki síður það sem gerist samt á 10. áratögnum sem var róttækt að hálfu BSRB og það var þessi alþjóða barátta í alþjóðavæðinguna gegn heimsauðvaldanu sem var byrjað að tegja sína anga inn í okkar samfélag og hefur verið að læsa sig það sífellt síðan. Það var ekkit síðri barátta og síður mikilvæg barátta en launabaráttan en allt þetta mikilvægt. BSRB var í þessari baráttu vegna þess að þarna var verið að enga við opinbera þjónustu og þannig stóð nærri opinbera starfsmönnum. Fannstu fyrir stuðningi frá ASÍ í þessum málum? Við vorum, hvað þetta snertir vorum við svolítið sér á báti. Við tókum upp slaginn gegn, alþjóða viðskiptastofnunin sett á laggirnar miðjan 10. áratuginn. 1995 tekur hún til starfa. Áður hafði, við munum allir eftir GATT-samningunum svona lækkun tolla til auðvelda milliríkjasamninga. Núna komur GATT-samningarnir að einkavæða svona þjónustu, bankaþjónustu, tryggingar og velferðarþjónustu, allt. Þá byrjar þessi slagur og hann snýr alveg rétt að opinbera kerfinu, fremur en öðrum, en það snýr að öllu samfélaginu vegna þess að öll gerumst í sjúklingar og öll erum við skólanemar einhvern staðar og þurfum að húsnæði að halda og svo framvegis. Þannig þarna áttum við náttúrulega öll að standa saman. Það skorti svolítið upp á þá samstöðu þó að ég ætla ekki að fara svona draga fólki dilka að því leyti en það var þarna áherslu munur innan hreyfingarinnar vissulega. En á þessum árum var líka, það var náttúrulega alþjóðavæðingin á full speed og mikil trú á því að það leysi öll mál, en Íslendingar líka nýgengnir inn í EES og mikil trú í íslensku samfélagið að það hefur bara bjargað Íslandi, lyft Íslandi. Já, maður er að lesa það í blöðu núna hvað þetta hefur alveg stórkostlegt, en sko EES á þessum tíma, 93, í rauninni allt annað en það er orðið núna. Það er annað, sko. Það var miklu nær gömlu EFTA-hugsuninni og þessari GATT-hugsun og Evrópusambandið. Evrópusambandið breyttist aldamótin. Já, miðjan 10. áratuginn. Að fyrr var þetta meiri áhersla á svona samstarf, á að auðvelda viðskipti, auðvelda fyrirtækjum að flytja vörur og fjármagn á milli, en eftir þennan tíma, 95, þá beinist þessi samræming og þessi krafa inn í samfélögin. Það verða allir að búa til markað fyrir allt helst, þar sem allir sitja við sama borð allt hið evrópska efnahagssvæði. Þetta er svona gerólík hugsun sem þarna komið til sögunar. Þannig að þú manst eftir því á fundinu sem við vorum með kvótan í þjóðmenningarhúsinu, það var orkumálin. Þegar Jón Baldvin stendur upp og segir, það var aldrei þetta sem við vorum að semja og það hafa orðið breytingar þarna
og þegar ég sé núna utanríkisráðherrann En orkustefnan sem var verið að mótmæla hefur verið mótmælt hér, hún náttúrulega að rústa Evrópu. Já. En samt verið að halda áfram með hana hér, þú nefndir hann N1 og Reykjavík. Já. Það hluti af þessu. Það hluti af þessu og hugsaði það að sko Það andmælir þessu enginn, þó að þetta sé sama stefna og menn kvein í Evrópu undir þessa stefnu og að vera að leggja hana af. Það nú ekki alveg rétt vegna þess að meiri hluti þjóðarinnar var á móti þessu. Það var eina ferðin enn var það svoleiðis og það var til eitthvað sem hét Orkan okkar og til enn. Ég var nú hluti af því, skrifaði marga greinar og það gerði mjög margir. En samt var þetta bara svona áfram, valtað áfram og eins og var engin skilningur á því sem var að gerast. Og menn sögðu jáfnvel, var ekki byrjað þessu fyrir löngu? Jú, það var það. Orkupakki 1 og 2 og 3, það er alltaf verið að uppfæra þessa stefnu. Þess vegna koma þessar tölur, 1., 2., 3. og 4. Og þegar byrjað var á þessu aldamótin og kom tillægum það að taka Orkubú Vestfjarða og sundra því og segja þarna á að reka öflun orkunar og dreifingu og smásöluna og allir á móti þessu. Hjá Orkuveitu Reykjavíkur og allir á móti þessu. Landsvirkjun, allur orkugeirinn var á móti þessu og sagði þetta er bara rugl og vitleysa að gera þetta allt bara miklu dýrara, samt var það gert. Af því að skipunin var að koma að utan og svo bara haldið áfram. Bara miðstýrða skipun kemur og menn gera þetta og nú erum við sem sagt komið þangað í okkar vegferð í mannkynssögunni að Reykjavíkurborg farið að kaupa orku má ekki nota orkuna sem að þau Já og það hugsaði það, taka eitt annað dæmi hvernig markaðurinn tekur völdin af þér að þegar að ég er á loka sprettunum í ráðherra embætti 2013 þá erum við að reyna að koma á samgöngum við Leifsstöð þannig að þær verði hluti af strætisvagnakerfi Suðurnesja. Það verði hluti af þessu kerfi og hafi algeran forgang í því að það sé að veita ódýra þjónustu til Reykjavíkur og til Keflavíkur til annarra staða. Þannig að maður stoppi nálægt flugstöðinni og áður að flugvélarnar að fara. Já, akkurat. Sem ekki staðan í dag. Og þannig að gagnist strætisvagnakerfi á Suðurnesjum almennt. Heyrðu, þessu var mótmælt. Hvar? Í Brussel. ESA hvað upp úr það, þetta var ekki nógu gott, þarna væri verið að mismuna á markaði, þetta bjóðið út og þetta væri alveg fáránlegt og svo vitum við hvernig þetta er. Sérðu, þarna allar samfélagið að grípa til ráðstafana sem að gagnast sér samfélaginu, það er bara að setja stóðin fyrir dyrnar. Og eins var það með þetta með N1 núna daginn, rétt áður en að þau fengu þetta í sínar hendur sem áður hafði verið á vegum hvað heitir það Orka náttúrunnar að þá var það úrskurðarnefndum samkeppnis lög sem að sögðu að þetta gengir náttúrulega ekki. Þetta var náttúrulega byrjað eftir hrunið að þá fór Reykjavíkurborg að spara með því að kaupa minni orku af orkuveitunni sem Reykjavíkurborg þó átti sem að var þess valdandi að það er miklu minni götulýsing. Þannig að ég er svo náttblindur að ég eiginlega ekki geta alltaf ferðast ykkur á kvöldinni. Ég tek dæmum það reyndar í þessari bók. Ég kem við á fréttastofu sjónvarpsins og er að segja frá því þegar Ingvi Hrafn kemur þangað inn. Og hann er komin þá inn í þessa hugsun, þetta er á 9. áratugnum. Þá er hún að svona breiða úr sér þessi hugsun og hún var svo að nú þurfti að búta allt sjónvarpin niður í framleiðslueiningar fréttastofa sjálfstæð, leikmyndildin sjálfstæð tökum með sjálfstæðir og hvað gerist? Jú, við tökum eftir því á fréttastofunni að það er allt komnir til sögunar sjónvarstökumenn sem enginn kannaðist við. Þá voru þeir einhverju bílskúrsfyrirtæki út í bæ
sem seldi þjónustu sína duglegir menn sem seldi þjónustu sína ódýrt og ódýrara en sjónvarstökulið sjónvarsins verðlaði sig. Svo sátu þeir bara og horfðu í loftið nema bílskúrsmennir voru að taka allt yfir. Hverjir græddu? Fréttastofan græddi. Kvikmyndadildin, hún græddi, hún fekk ódýrari, hún var sjálfstæð eining. Já. Hún var að fá... Innanhús uppgjöri. Já. Hún var að fá þetta ódýrara. Kvikmyndatökudildin, hún náttúrulega tapaði og sjónvarpið tapaði, samfélagið tapaði, þannig að það var að borga miklu meira. Og þetta fannst mér alltaf vera svona gott dæmi Skemmdi þetta ekki líka liðsandan á deildinni? Ekki betra að þessi í sama liði tökumæðurinn og nú þetta náttúrulega annarkort fyrirtæki orðið svona, það sá sem að þrýfur, hann vinnur okkur allt verið fyrirtæki. Já. Jú, það gerir það náttúrulega og býr til allt annars konar umhverfi. Herðu, varandi vinstrið á tímum nýfröðsögnar, af því að við vorum að tala á þann um GATT og EES og þessum eftirfylgdi, að það eitt af því sem hefur klofið vinstrið og þá myndu þeir sem eru hinum megin við því tala opingáttarmenn og hvað aflokunarmenn sem að vilja loka samfélaginu á meðan að hluta vinstrinu vildi opna það og taka þátt í alþjóðavæðingunni og fagna þeim lífskjörum sem að það færði í almenningi. Ég segir það, ég held að séu mjög fáir menn sem að hafa verið eins físandi í alþjóðlega samstarf og ég hef verið. Og viljað... Þú hefur verið flokkað sem, hvað kallar þetta, aflokunarmenn? Ég veit ekki, sko, Evrópusambandið nægir mér ekki. Ég vil hafa allan heiminn undir. Ég vil ekki vera lokunarsinni í þeim skilningi. Ég vil hafa allan heiminn undir. Ég vil samstarf efni sem við að hafa samstarf vísindi, rannsóknir, hafið, mengun, flóttamenn, allt. Gjaldmiðil? Já, það ekki vissum. Nei. Sko, ég vil, það nú svona svolítið saga náttúrulega kringum það. En ég hef viljað þessa opnun. Ég vil ekki þessa lokun sem Evrópusambandið er. Evrópusambandið mjög lokaðu klúpur. Það lítill lokaðu klúpur. Það það sem það er. Þannig að það ekkert þannig. Og þú segir vinstrimenn vilja sumir þessar samvinnu. Þú varst náttúrulega að segja að vera engi vinstrimenn á þingi. Þannig ég er að segja já við þá sem að tilheyra þeim flokkum sem er rætur í sósíalískri verkalýðsbaráttu. Veistu hvað ég myndi óska að kæmi út úr þessum þætti? Já. Það er að einhverju risu upp og segðu, þetta er bara alránt, hvaða bull er þetta í Ögmundi Jónassyni? Það sé engi vinstrimenn á þingi, við erum vinstrimenn. Og þá langar mér svo til að heyra, skýra það út fyrir okkur, á hvaða forsendum þau séu þar. Og ef þeir eru það, að telja sig verið þar, þá myndi ég fagna því, en ég bara kem ekki auga það. Ég kem ekki auga á það í ljósi þess sem verið að gera í þinginu. Það er það sem að er mergur málsins. Þetta er ekki sagt til þess að móðga fólk eða hrekkja. Ég er bara að lýsa veruleikanum eins og hann blasir við mér. Hvað verður að gera í lagarsmíð, bara hvers sem þú lítur. Að þetta eru ekki félagslega hugsuð ráð sem verður að taka. Þetta er áskorun sem að þú... Þetta er áskorun. Og ég segi það bara að allir þingmenn sem vilja koma hingað og setjast þess að þú sittur og tala að þessi vinstrimenn er velkomnir hingað. Flott. Ég ætla að hlusta og mun fagnaði mjög ef þið geta... En ég er að spyrja svona ákveðin klopning sem að var þess valdandi að alþýðu flokkurinn sömurinn í samfélgingin, annars vegar, svo hluti af alþjóðu bandalaginu og setna af VG, töldu sig ekki eiga samleið, meðal annars út frá svona hugmyndum alþjóðlega samvinnu og alþjóðavæðingu. Já, sko, ég held að hafi verið þannig þegar að, sko, 1990, þegar að svona menn fara að tala sameiningu vinstrimanna, að þá var ég fyrst svolítið svona ginnkeyptur fyrir þessu að menn ættu að svona vinna saman og hef alltaf verið á þeirri skoðun. Alltaf í Bretlandi það sem er reglífa flokkur, verkamannaflokkur. Já, en þar voru ekki aðrir valkosti, sko, það er vandinn. Já, sko, vegna þess að ég vildi kerfi þar sem að flokka gætu fæðst og dáið, líka dáið. Og ég sagði strax á 10. áratugnum, þið vinnum saman endilega. Þeir sem að vilja kenna sig við félagshyggju eiga að vinna saman.
og ef að menn vilja hugsa konur frá morgni til kvölds þá kjósa kvennalistan og ef það langar óskaplega mikið í Evrópusambandi kjósið í kratana þá og hugsa rollur, framsókn og ef það móti NATO, alþýðubandalagið, svona gróft séð og svo bara keppa þeir áherslurnar og þetta verður þá fylkingin sem á einhverjum forsendum svona nær saman, einhverjum forsendum, ekki við íhaldið sko, ekki við íhaldið. Þetta var mín hugsun. En til þess að þetta gengi upp þá varð að vera og verður að vera þessi hreyfanleiki innan stjórnmála kerfisins í verkamannaflokknum breska, þá var hann ekki til staðar. Þú sast upp með Tony Blair og það voru engir aðri valkostir. Það var bara ekki til. En þetta svona... Þú gæst verið eitthvað svona óánægju deild. Nei, ég er ekki að tala Þú gæst verið í verkalýðshreyfingunni sem að hún sko, hlaut ekki valdi Tony Blair. Já, ég hefði aldrei nokkuð tíman kosið verkamannaflokk með Tony Blair sem forystumann sem var í þeim flokki aldrei nokkuð tíman. Þá hefði ég bara barist einhverjum öðrum forsendum. En ég vildi vildi svona hreyfanleika og vilan svona í þetta pólitíska kerfi. Sem flokkar geta fæðst og geta dáið, geta líka fengið að deyja, sko. Og það er það sem að ég vildi. Svo þóttumst við sjá hvað var að gerast á þessum árum út í Evrópu, allstaðar, að kratismin var allur að færast til hægri. Hann var allur að markaðsvæðast. Og við vildum þá ekki, mörg, og ég alls ekki, undirgangast þetta, aldeilis ekki, og vildi hafa rödd til vinstri sem að héldi uppi svona félagslegri pólitík í ríkari mæli en ég taldi að þessi flokkar gætu nokkuð tíman gert ef þeir undirgengust þessa hugsun. Og þess vegna var stofnað fyrst, við stofnaðum félagi Stefnu, félag vinstrimanna, það er nú til ennþá, Norður Akureyri. Hvaða árið það? Þetta er 1990 og 5 eða 6, bara flettum því í bókinni, þetta er allt þarna, og það eru Tryggvi Friðjónsson, framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar heimilisins, Svanhildur Kaaber og Drífa Snædal og margir fleiri, Einar Ólason, Rúnar Sveinbjörnsson, margt fólk svona á þessum vinstrikanti og við erum... Og sósíalistarnir sem að voru... Sósíalistar, já. Og við erum sem sagt að við erum ekki að stofna flokk, heldur svona viðbragðsveit. Ef að þetta verður, að þetta rennur allt saman í eitt svona kratískan Tony Blair flokk, sem við ætlum ekki að fá. Og tilverður þá, svo í kjölfarið, vinstrihreyfingin Grænt framboð. Alltaf ekki 96 sem þetta gerist, 90 sem stefna, ég þarf bara að fletta því upp. 99 VG. Já, og þá, svo kemur VG og þá erum við bara himinlifandi. Það er flokkur sem ætlar að beita sér fyrir því að Ísland gangi úr Atlantshafsbandalaginu, úr NATO, eigi alls ekki að vera þar inni, eigi að berjast fyrir umhverfismálum, að landinu verði ekki fórnað til auðmanna og í virkjanir í þeirra þágu fyrst og fremst. Við viljum jöfnuð í samfélaginu, við viljum ekki einkavæðingu og ekki markaðsvæðingu. Þetta er það sem að við viljum jafnrétti kynjana. Þetta er það sem að við leggjum áherslu á. Þess vegna verður vinstrihreyfingin Grænt framboð til. Og svo spyrðu, hvað stöndum við nú? Ég þekki mann sem laði til að vinstrihreyfingin Grænt framboð íhugaði að stytta nafn sitt og sleppa vinstri og sleppa grænu og heita bara hreyfingin framboð með skammstöfun eftir því. Það vil vera lítið eftir að... Mér finnst það eins og málin standa núna að vinstri hreyfingin Grænt framboð mærir NATO, tekur undir allt hernaðartalið í NATO, sendir vopn á vettvang stríðsátaka, kinkar kolli þegar að forsætisráðherra Bretlands talar takmarkað kjarnorkustríð, kinkar kolli þá. Já, allt þetta. Og er tilbúið að síðan að fara að virkja í þágu auðmagsins. Það er bara það sem að græna byltingin fann að snúast
selja loftslagskvóta, einkavæða vífilstæði og svo framvegis. Opna á einkavæðingu í vegakerfinu og svo framvegis. Sko, menn verða þegar þeir eru gagnrýndir eins og ég að gagnrýna þessa hreyfingu, þá verðar ekki að tekið þeirri gagnrýni og svara þenni þá og sagt að þetta sé bara bull og vitleysa sem ég að segja og ég bara óska eftir því að það sé þá gert. Því að þessa umræðu verða vinstrimenn, þeir sem vilja kenna sem vinstrimennsku, þeir verða að taka hana. Finnst þér þú degla sem þú vísa til stefnis 1995, það sem að þið voru ræðum þar svona framtíð vinstrimennsku, að svo degla sé ekki inn í VG í dag? Í VG í dag, nei. Langt í frá. Og þar landið með við það sem vorst að segja áðan að flokkar ættu að lifna og deyja, að VG ætti bara deyja. Ég ekki óska að VG dauða en mér sýnist hún vera að leggjast til hvílu og gerir það, þessi hreyfing gerir það ef framfer sem horfir. Öðrum kosti ætti VG og Samfylkingin að samvinast og til ætti að vera það einhverja nýjar vendingar. Nýr stefnir. Já, því að þjóðfélagið verður að vera í gerjun. Og þjóðfélag sem að taka miklum breytingum eins og okkar þarf að vera í mikilli og kraftugri umræðu og mér finnst vanta vinstri þráðinn í þá umræðu inn á þinginu. Þú varst ekki í stjórnmálaflokkum, þú varst yngri það? Nei. Og ekki heldur á 9. áratugnum og svo ferðu í BSRB og svo ferðu á þing sem óháður hangandi utan í Alþýðubandalaginu Nei, ég hekk aldrei utan í neinu. Nei, þú varst eiginlega í framboði fyrir Alþýðubandalagið en það var það heita Alþýðubandalagið óháður út af þér. Reyndar var það þannig að út í Bretlandi var ég í pólitísku starfi og var þar í flokkum sem ég greini frá í þessari bók. Sem eru svo róttækir að við þorfum alltaf að segja. Það var það var svoleiðis. Og ég var náttúrulega komin í bullandi pólitík þá. Svo kem ég hérna heim og fer strax í fréttamennsku. Verð fréttamaður hérna á sjónvarpinu. Eftir ráðin sem vinstri maður? Ég bara ráðin eins og ég já. Á móti og Bogi Ágústsson hægri maðurinn. Það var að vera að reyna að hafa jafnvægi með því að hafa ykkur tvo. Já, ég held að hafi nú verið... En síðan fórst þú og Bogi stjórnar þessu bara. Þessi draumar hann inni sem að svona vildu... Það var svona ýmislegt sem skýri það að ég komst þarna inn, sko. En látum það nú vera. Og síðan fer ég þarna inn og genga ekki í stjórnmálaflokk, en ég man á þeim tíma þá var mikið rætt það mega fréttamenn vera í stjórnmálaflokkum. Er það eðlilegt? Og ég var alltaf fylgjandi því. Ég sagði, það er ekkert á því. Dæmum menn bara verkum þeirra. Ekki hvað þeir segjast vera, heldur hvað þeir gera. Ég er með merki Sósíalistaflokksins þetta á mér, ég er bara blaðamaður. Það er bara vill svo til að ég er í þessu flokki og það er það bara. Já. Og þetta svona vildi ég hafa það. Nú er svo komið á sjónvarpinu útvarpinu að ég held að þeir megi ekki eins og verið í Amnesty International. Nei. Ég held að þeir megi bara, þetta eru bara alveg heilagt fólk sem að má hvergi vera, ekki taka þátt í samfélagi. Þetta hefðum við aldrei látið bjóða okkur fyrir á tíð, aldrei nokkuð tíman. Þetta er mjög vaxandi, þetta er mjög orðið erfitt í samfélaginu. Eitthvað svona sýndar hlutleysi, þetta fólk er náttúrulega alveg tróðfullt af alls konar hugmyndum. Förðuleg hugmyndum fagmennsku að maður skilji bæði hjarta og samvinskunum eftir í fattakinu. Já. Nei, þannig að ég fer síðan 1995 að þá býði mig fram á lista Alþýðubandalags og óháðra. Og það var bara fyrir þig þetta óháður? Já, við vorum þarna fleiri, við vorum Árni Steinar á Norðurlandinu sem var mikill dugnaða fólkur í kvótamálunum að berjast gegn kvótanum. Það var hann sem átti að halda ræð á Akureyri þegar Samherji sagði fyrir þessi maður talar ekki og Valgerður Sverrisdóttir var fengin í hans stað til að flytja ræðu og þetta var nú svona og Svanhildur Kåber, Tryggvi Friðjónsson, Drífa Snædal og fleiri sem komu að þessum. Ég er svolítið að spyrja þetta óháður. Akkur ekki bara gengið í Alþýðubandalagið eins og... Það var vegna þess að mér leiði nú aldrei sérlega vel með þetta óháður, þetta nafngift og þó að það kannski átt ágætlega við, nema við vorum alltaf ekkit síður
við vorum aldrei síður háð þessari stefnu sem við buðum okkur fram fyrir heldur en flokkurinn eða flokksmenn, nema hvað. 1995 þá er ég formaður BSRB og ég tek þessa ákvörðun án þess að ég hafi látið þing BSRB vita og mér fannst þetta ekki alveg nógu gott. Og þess vegna vildi ég svona aðeins hafa bil á milli mín og við vorum mörg svona sinnis líka, þessa sinnis, þetta sem voru í þessum hópi og flokksins. Eftir að þing síðan haldið BSRB og allir vita það hvar ég og ég kom inn í framboð, þá fannst mér þetta snúa öðruvísi við og ég held ég hefði ekki gert þetta aftur, sko, ég hefði verið tilbúin að gera þetta síðar en þá er bara komin nýr flokkur. Þannig að kjósendur í BSRB hafi ekki vitað það. Já, mér fannst það ekki vera alveg rétt að svona rétt framganga. Þannig að Sólveig Anna sem var í framkvæmdastjórn Sjálfstæðisflokksins þegar hún var kosin formaður Eflingar í fyrraskiptið, að hún þarf ekki að hafa þennan, það vissu allir fyrirfram hvaðan hún kom. Já, það vissu reyndar allir hvaðan ég kom, sko, en ég vildi að þetta var bara einhver tilfinning á þessum tíma að ég kæmi hreint fram við þá sem hefðu kosið með formann BSRB, en ég fekk aldrei gagnrýni innan BSRB að heiti gæti fyrir að vera í pólitíkinu þar sem ég var. Voru ekki bara ánægð með að hafa sinnmann á þingi? Jú, ég held það bara. Ég held að það verið þannig líka með Gvend Jaka og fleiri, að menn hefði bara verið ánægð að hafa sitt fólk á þingi. Já, ég held að það alveg þótt er kannski kussu annar flokk, þá er bara gott að okkar hafa sér á þingi. Ég held að mér ámar að það hafi verið einhvern veginn þannig. Já, ég held að en að þið vorum að tala um VG, hvernig flokkur var alþýðubandalagið sem að þú ferð þarna inn í svo gott sem? Svo gott sem, það var bara... Þetta nú leifar af gamalli hreyfingu sem eru þarna inni, og þetta gríðarlega átök þar á milli arma. Jú, það var það. Stórbokkar sem að tókust á, Svavar og Ólafur Ragnar. Já. Ég eiginlega stóð alltaf fyrir utan þetta. Ég stóð alveg fyrir utan þessi innanflokks átök í alþýðubandalaginu og ég var í góðu sambandi við Svavar Gjersson, príðilegu sambandi við hann og líka við Ólafur Ragnar Grímsson, ágætu sambandi við hann. Svo náttúrulega líður tíminn og Svavar var mjög óvonaður með það hver vendingin var í Icesave-málinu, hvaða afstöð ég tók þar og þótt ég hafi verið ósanngjarn í sinn garð, sagðist það var ekki séð eins mikið eftir neinu og því að stuðla því að tveir menn kæmust á þing, það var Ólafur Ragnar Grímsson og Ögmundur Jónasson. Nema það var alltaf, fram að þessu var alltaf mjög gott samband á milli okkar og líka milli Ólafur Ragnar Grímssonar og mín. Svavar hafði haft alltaf mikil tengsl út í samfélagið, Ólafur reyndi það líka og ég... Reyndu það líka? Já, báðir reyndu það, skulum við segja. Og Svavar var mjög svona félagslega læs og það var gaman að sjá hann lappin í fjölmennasal. Já. Hann einhvern veginn heilsaði öllum og svona, hann var þannig stórmála. Já, en það gerði þið báðir, Ólafur Ragnar gerði það reynda líka og það var svona þessi stemning og ég átti ágætt samstarfi þá báða en svo sem sagt skildu leiðir hérna og bara út af málefnum. Út af Icesave. Það voru út af Icesave, fyrst og fremst. Og fyrir það sem ekki vita þá var Svavar í samninganefndinni, Ólafur vísaði Icesave til í þjóðaratkvæðagreiðslu og þú barðist hatramlega gegn Icesave inn í þingi. Já, og þannig að það ríkti í VG. Já, alveg. Það var alveg mestu ófriður í þingflokksherbergi VG lúsinu. Það var það og það má segja þessi bók skiptist í svona marga þætti, svona þessi sjónvarsár og þessir einstaklingar sem að þar voru, BSRB árin og hverjir þar koma sögu og síðan inn í þinginu, alþýðubandalagið og hverja ég hitti þar og síðan má segja að það séu nokkur mál sem að svona hafa, að frá mínum bæjadirum séð svona ákveðna sagnfræðilega þýðingu með þeim fyrirvara náttúrulega, þetta er frá mínum sjónarhóli, það er ég sem er að skrifa þá sögun eins og ég sé hana, það er Icesave-málið sem er mjög svona rækilega tekið fyrir og ég fer líka mjög vel yfir átökinni kringum Núbómálið þegar að Kínverjinn vil kaupa hérna Grímsstaðafjöllum og allt sem að fléttast inn í það sem er
svolítið merkilegt, og núna mál og mál sem að núna í brennidefli og ætti að vera það er Wikileaks og Julian Assange sem að situr í fangelsi út í London, Belmauras fangelsinu, búin að gera það á 4. ár. Án dómstólaga? Án dómstólaga, án ákæru, án ákæru, og fyrir hvað? Jú, það eru þeir sem halda honum í gíslingu og vilja fá hann framseldan, öllu heldur kannski bandarækjumenn, þeir vilja ná í hann vegna þess að hann upplýst stríðsklæpi þeirra. Og þessar stríðsklæpi básónuðu síðan allir fjölmiðlar heimsins. Guardian, Washington Post, New York Times, RÚV, Moggin, allir. En fáið taka þátt í að verja hann. Og vegna þess að þetta eru stríðsklæpirnir í Afganistan og Írak og Líbíu og ekki nóg með það að þegar að samningar hafa átt sér stað eins og til dæmis TISA samningarnir sem voru hluti af þessu GATS-ferli þegar þeir hófust fyrir alvöru 2014, þá er það Wikileaks sem upplýsir þá, sem setur þetta á framfæri. Íslendingur Kristinn Hrafnsson sem er aðal ritstjóri Wikileaks núna. Og við ættum að sjá sóma okkar í því, Íslendingar, að reisa varnir fyrir Julian Assange. Hvað getum við gert? Já, við getum boðið honum landvist hér, til dæmis, og við gætum látið svo lítið að mótmæla þessu ekki hvísli, heldur hátt og skýrt, bara með mikrofóna heimsins frammi fyrir okkur. Þeir eru allstaðar opnir á þessum NATO-fundum og EES-fundum. Það var einhver svona dýrðar samkoma núna daginn til að mæra EES, sá ég, í háskóla held ég að verið. Og nú það er villimins við hægt að láta orð falla með þetta þar. Svo dæmis er tekið. Herðu, ég nefndi Alþýðubandalagið áðan og ég ætla ekki að tala um þessa stórbokka, ég bara misti það út um mig. Ég ætla að tala um að því að þetta er náttúrulega hluti, þarna er flokkur sem er arfleið róttæku sósíalista í 20. öld, verkalýðsflokkur, eða stofnið til. 95 er hann orðin svolítið fiskinn þá, eða ekki? Eða hvað? 95. Og það sem ég er eiginlega velta fyrir mér, svo ég segi að því að það er svolítið að 89 hrun Sovjet og vandi vinstrisins eftir það. Og þá eftir það kemur Tony Blair og eitthvað. Og ég er að velta fyrir mér hvernig fólk 95 leit svona stöðuna, hvert væri sitt erindi, hvaða möguleika höfðu við í baráttunni, þegar að kratarnir eru á flegiferð til hægri í að taka upp markaðslausnir og trúa Margaret Thatcher að það sé engin annar valmöguleiki. Þannig við verðum þá bara að búa til einhver svona vinstri mennsku ofan á nýfrjálshygginni efnaðarstefnu. Það er líklega þeirra leið sem að endar í samfélkingunni náttúrulega. Áður en að vinnan þín inn í BSRB sem er andstaða við heimskapitalismann sem er að taka yfir og sem að byrtist líka í því sem að þú ert að segja Assange sem að ekki hægt að aðgreina deili sundur hernaðarmaskínu Bandaríkjanna og heimskapitalismann að VG er kannski frá þínu sjónarhóli afleiðing af þeirri vinnu en þarna kannski 95 að þá er þetta ekki þá er ennþá svona rót eftir svona hverjar eru leiðir okkar. Já, alveg rétt. Þannig að mér langar eiginlega að þú getur einhvern veginn flutt mig þarna inn. Já, mér finnst þetta góðar vangaveltur og ég held að við séum kannski einhvern veginn finnst mér í kenna það við séum að svona á svolítið sömabraut þarna, í hugsun, að það sem einmitt er að gerast þarna miðan 10. áratuginn og ekki bara hér heldur Vestur-Evrópu alla nýji verkamannaflokkurinn fyrir að vera til og mér sé að nýji demokrataflokkurinn í Bandaríkjunum og þetta er þessi hugsun og það sem að breytist er það að vinstri menn fara að segja við þurfum að hafa áhrif það er ekki hlustað á okkur, við viljum hafa nú er bara komið nóg að þessu við viljum að vinna og hafa áhrif og ná meiri hluta og stjórna og stýra
minni áhersla á innihaldið. Til hvers? Hverju ætlum að ná fram? Jú, við ætlum bara að hafa áhrif. Við ætlum að komast til valda og koma okkar fólki til valda. Þetta skiptir það máli hvaða viðhorf eru hjá þeim sem að svona fara inn í valdakerfin í krafti stjórnmálaflokka. Skiptir máli hver er að komast inn í valdakerfin á Íslandi. Skiptir máli hverju stjórna var nú slagur þjó einu flokki? Já, það er svona vissan hátt, en það skiptir ekki það hættir að skipta máli ef það er ekki erindi. Ef það átt ekki erindið. Og erindi hefur ekki nefnum sett hluti af einhverju stóri hreyfingu. Já, og ef þú glatar erindinu og það er það sem gerur bara nákvæmlega það sama forvirðingin. Nákvæmlega, sama og hinnir. Og það er þetta er harmsaga Katrín Jakobsdóttur. Þetta er harmsaga Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs núna á síðustu árum að flokkurinn er að svona fara í nákvæmlega sama far og samfélgin fór í, alþýðuflokkurinn fór í og ég skrifaði nú einhvern grein einhver tíma þegar ég var að vara VFG við því að láta ekki Sjálfstæðisflokkin eyðilegga kjarasamningana síðustu og myndi þá á sko niðurlægingu alþýðuflokksins á sínum tíma þegar hann var búinn að svona verslast upp í svona sem hækja fyrir Sjálfstæðisflokkin að þetta hendi alla flokka sem að færu inn með honum. Gerði það. Endanum þá versluðust þeir upp og þetta er því miður að gerast og sjáum við það í skoðanakönnunum. Nei, ég er ekki að horfa til þess. Ég er að horfa bara á hvað er að gerast í stjórnmálunum. Ég er að horfa á, ég bara sitt fyrir saman skjáin og horfa á NATO-fundina, faðmlögin þar og hvernig bara og mæra EES-samningin, markaðshyggju EES, engavæða bjóða út Vífilsstaði, bjóða fjárfestunum ofin í vasan á okkur á vegunum. Hortnaferð og Ós, sko, ég meina, allt er svona. Já, þetta er allt að koma svona og þessu verður að snúa við. En við erum 95, nýfrjálshyggjan búin að sigra heiminn. Vext yfir Rússland og þetta var bara, þetta var þannig tími að það var bara einn sigur í heiminum. Hvað stefnir? Hvernig lítu þið á baráttuna sem var í framöndan? Í stefnu? Í stefnu fyrir ekki. Hver voru vopnin? Hvað gat Vinstri gert? Það var að virkja fólk hugmyndir, samstað hugmyndir í stað flokka, í stað valdastofnana. Straumurinn var alveg bara frá ykkur, sko. Já, sko, í atkvæðum talið kannski. Flokksblöðin að deyja, umræðin að falla. Já, alveg rétt, sko, en samt var samfélagið með okkur eða við í takt við samfélagið. Þetta er svona hinnar stóru mótsagnir sem að vinstri menn meg aldrei gleyma. Að þeir hver sterkri stöðu þeir í þegar allt kemur til alls, þá er staðan ekki svona óskaplega veik. Það er bara að vera að stela samfélaginu frá því og menn þurfa að opna augun og reyna átt að sjá því hvað er að gerast. En svona félagslega er þetta enn sterk staða þegar allt kemur til alls. En það er verið að stela samfélaginu frá okkur og við að koma í veg fyrir að það gerist. Og það er ekki á þjóðirnis ástæðan? Ha? Er það á þjóðirnis ástæðan? Hefur verið skammaði fyrir það að þegar þú ert að segja svona hluti að þetta sé svona þjóðirnis? Já, sko, ég er að koma núna að fundi í Köln í Þýskalandi þar sem að var fjallaði málefni Kúrda og þar eru þeir náttúrulega mjög uppteknir að andstöðu við ríkisvald og ríki heimsins. Svo kemur allt í maðurinn svo ég sem segir, heyrðu, ég lít öðruvísi á þetta með ríkið og svo fyrir við að horfa á veruleikan sem þau koma úr og sem ég kemur úr. Veruleikin sem að þau koma úr er ríki, gamla Ottoman-veldi, þar sem er búið að sundra þjóðum náttúrulega alveg út í hið óendanlega, eru Kúrdar og það eru hinnir og þessir í mörgum aðrir þjóðflokkar í mörgum ríkjum. Og svo er ég þarna norður í Ballarhafi sem er að tala ríki og fullveldi ríkja. Akkur er ég að gera það? Er það einhverjum þjóðernis forsendum? Nei, það er á lýðræðisforsendum. Það er vegna þess
að ríkið eða sveitarfélagið, þau eru reyndar horfað Kúrdarnir til sveitarfélagana, til hérna bara annars lýðræðisform sem inklúsíft og leipur öllum trúflokkum og þjóðabrótum þarna suður frá, sem mjög svona róttæk framsækin hugsun. Það sem ég að tala ég segi við þegar Davos liðið, þegar milljarðamæringarnir vilja afnema ríkið og gegnum þessu alþjóðasamninga, bara að segja, heyrðu, ríkið hefur ekkert lengur að gera. Við eigum að ráða þessu, fjármagnið að ráða þessu, alþjóðavæðum allt. Þá segi ég, nei, en við þurfum að hafa þá einhvern ramma, lýðræðislegan ramma fyrir fólkið til að takast á við þetta. Og það fullveldi ríkisins í mínum huga. Það þröskuldurinn sem að alþjóða fjármagnið þarf að stíga yfir. Og ekkert með einhvern rembing að gera einhvern þjóðerni í þeim skilningi. Þetta bara lýðræðislegu rammi sem ég að horfa til. Ég held að framtíðin verði svo. Mér fannst alltaf heillandi hugsunin hjá Evrópusambandinu á sínum tíma þegar var talað Europe of the Regions, Evrópa héraðana. Myndi leysa Katalóníu, Baska, Skota, Tyrkland. Maður ekki heilt þetta bara síðan í tíman 1990. Nei, en sérðu hvað þetta góð hugsun. Og það sem Kúrdarnir að gera og mjög merkilegt, að Kúrdarnir, þeir eru að svona þróa eiginlega nýja tegunda lýðræði. Þeir eru að segja, við erum hérna og þarna eru Arabar og þarna eru Kúrdar og þarna eru kristnir og gyðingar í þessum samfélögum þarna í Norður Sýrlandi. Heyrðu, framtíðin svo að allir koma saman. Inclusive lýðræði, svona alltumlykjandi lýðræði þar sem allir komið stað. Og síðan skulum við hætta að þvæla þetta landamæri ríkja. Hættum bara að tala það. Tölum bara lýðræði í nærumhverfinu og að við séum ráðandi þar okkar líf, okkar menning og svo framvegis. Og þeir, sem svo merkilegt, þeir leggja jöfnuð kynjana, jafnrétti kynjana í bara nánast fyrsta sæti og segja, við skulum byrja því strax. Við skulum ekki bíða eftir morgundeginu þar. Og í öllum stofnunum sem að þeir eiga aðildað, bæjarstjórnum, borgarstjórnum, 2 borgarstjórar, konakall, öllum flokkum konakall, alltaf á oddunum, kvotakerfi sem ég var að gagnrýna þetta, en það nú enga síður svona og segja, heyrðu, við bíðum ekkert eftir framtíðinni til að innleiða frelsið, sko. Það verður bara að koma strax. Og mér finnst svo margir þræðir í þessu vera svo lofandi og framsaknir og góðir að ég heillast mjög að þessu. Og ég held að, og annað sem að þeir leggja áherslu á umhverfismálin og hvernig að gera það? Jú, það vegna þess að alls það í kringum að vera að stela auðlindunum. Það verið að sko eyðileggja aguryrkjuland með virkjunum, einhverja gróðapunga einhvers staðar að og það verið að stela auðlindum úr jörðu og þeir leggja áherslu á þetta umhverfismál og það í þessu samhengi. Þannig að þegar þú ert að tala fullveldi þá ert að tala fullveldi almennings, að þau hafi völd yfir samfélagsins. Já, nákvæmlega. Ég er að tala fullveldi, ég er að tala lýðræði. Og almenningur á Íslandi, hann ræður þá ekki við samskipti við alþjóða auðveldið sem sterkara. Það þarf að hafa ramma til að ákveða, heyrðu, við ætlum að vera með strætisvagnar Suðurnesja. Við ætlum ekki að afhenda þetta kynnisverðin, við ætlum bara ekki að gera það. Við erum þetta í vandræðu bara með stræt og hérna vegna þess að það orðið svona yfir sveitafélagslegt vald sem eitthvað strætó. Það sem eru 4 sjálfstæðismenn í stjórn, einn viðreisnarmaður og einn pírati og þau ætla bara að bjóða þetta út. Já, auðvitað. Og við kjósundur Reykjavík sem áttum eins og því strætisvar Reykjavíkur, við höfum ekkert aðgengi að þessar einingu. Sko, vistu það, þegar við höldum áfram að tala, þá heyrum við sko hvað framtíðin þeirra hugmynda sem við erum að tala fyrir. Þetta slíkt sko afturhald og þetta sko svo úreltar og vittlausar hugmyndir að það gangi endalaust að stela samfélaginu frá okkur og virkja það í þáu hagsmuna einhverja nokkur aðila. Þetta á enga framtíð fyrir sér. Og stjórnsýslan orðin til að gæta þeirra hagsmuna. Já. Og þess vegna segi ég og beini orðum mínum til alþingis og inn í bæjarstjórnir
Þegar að sagt að það skorti vinstri menn, sósíalista, á ykkar vettvangi, samfærið okkur að þið séuð raunverulega hugsa almannahag. Samfærið okkur það, sýnuð okkur fram á það. Það eitt sem ég ætla að tala við í viðbót. Já. Af því að við tala verkalýðshreyfinguna og hefum svo sem geta gert það miklu betur. Já. Og við erum talað svona formlegt stjórnmálastarf og svona ýmsar hugmyndir. En þú varst í Sigtunshópnum sem var svona sjálfsprottin hreyfing almennings utan flokka. Það sem var mynduð þrýsti afl til þess að berjast gegn ömurlegum húsnæðiskostnaði. Þetta var fyrir þá sem ekki munar svona langt. Þetta var klift á milli svo kallra víxlverkunar, launa og verðlags og verðtryggingar. Þannig að launin sátu eftir. En verðlagi rauk upp og þar með fóru inn verðtryggðu lán upp öllu valdi og fólk sem hafi keypt sér húsnæði stóð allir fram á að það var eiginlega gjaldþrota og það var stofnaður hreyfing í kringum þetta. Þetta svona sjálfsprottin hreyfing almennings sem að berjast gegn óréttlæti valdsins og varð aldrei svona skipulagt. En gríðarlega sterk, gríðarlega öflug. Var þetta gleðilegra starf heldur en að vera vasast inn í verkalýðshreyfingunni inn í einu formlegu stjórnmálum? Ég veit ekki, ég hef alltaf einhvern veginn... Þetta ekki þinn blómatíma, þetta ekki the good old times þegar þú horfir aftur, Sigtunshópurinn. Jú, það var það náttúrulega í bland, það var mikil kraftur í þessu, en ég veit ekki, mér hefur nánast alltaf fundist gaman það sem ég og líka þeirra leðilegt. Já. En þú rekur þetta alveg rétt að þetta 83, vorið júní 83 þegar að kliftir á vísitölu launana og sumarið þá fer verðbólgan yfir 100%. Bara sem sagt og menn sjá hvað að gerast að nú þurfum eitthvað að grípa til bragðs. Og þetta mjög magnþrungin þróun sem fer þarna í gang. Við hittumst þarna 3-4 sunnudaga í röð og svo þegar við boðum til fundar í ágúst 1983 þá forsíða DFF með þetta útvarpið og sjónvarp fyrsta frétt sunnudaginn DFF þarna og svo öll blöðin og svo byrjuðu að bombardera með auglýsingum í útvarpi og úr þessu verður þessi fundur í Sigtúni sem er magnþrungnasti fundur sem ég hef nokkuð setið. Það var sko rafmagn í loftinu, algert rafmagn og þarna voru mættir stjórnmálamenn og það eina sem þú máttir ekki segja, það var að þú værir þarna, ég sko við í alþýðuflokknum og ég man að Jón Baldvin tók til máls. Við notaði þessa reglu á mótmönnum og mátt tala sem einstaklega og mátt ekki nefna flokkiðin. Jón Baldvin tók til máls og svo þegar hann sagði sko alþýðu og þá, nei, ekki þetta og nema hvað að það var umferðateppa frá Sigtúni sem var upp á Suðurlandsbraut og niður í miðbæ og svo alveg stappað í húsið og þetta kemur svo í 2 hrinum sem að þetta á þessum tíma þá eru lán húsnæðisstofnunar innan við 20% af verði staðalíbúðar og á svo eftir að fara náttúrulega hækka svona með árunum hausti þá ákveður ríkisstjórnin að setja sem framsókn og sjálfstæðisflokkur setja 0,5 milljarð inn í húsnæðiskerfið sem voru miklu peningar þá sko 1983, mjög miklu peningar 0,5 milljarð og við vorum svo óforskömmu fannst öðrum að þegar að ég kom í þátt með Alexander Stefánssoni þeim ágætismanni sem var húsnæðismálar á þeirra og hann sagði voðalega hreykinu þessum 0,5 milljarði og ég segi já en þið stáluð milljarði og stálu milljarði þá fannst mönnum þeir voru að koma með svona mikla gjöf til okkar og daginn eftir á að senda út fréttatilkynningu frá ríkisvaldinu til að segja að þeir hafi ekki stólið svona miklu
fréttatilkynningum var stoppið á síðustu metrum því að þar með var viðurkennt að þeir hefðu stólið einhverju sko. Náttúrulega sögðust ekki hafa stólið einu. Við sögðum að fjármálakerfið nú hefði verið afhentir þessi peningar allir. Og svo koma þessi peningar allir inn og svo kemur önnur hrina 1987. Þá kemur önnur bylgja svona Sigtúnshópurinn. Og þetta hafði gríðarleg áhrif á umræðuna húsnæðismál, ekki spurning sko, mjög mikið sko, var kannski svo hreyfing sem að var forseta þess að það voru gerðar ákveðna breytingar í húsnæðismálum sem að Jóhanna Sigurðardóttir stóð svolítið fyrir og var í félagsmálaráðuneytinu meðan það var gert sem voru umtalsverðar breytingar og það kemur aðeins seinna sko ég er að velta með að þið verum svolítið búin að vera að tala svona hreyfingu í samfélaginu þessi hreyfing hafði gríðarlega áhrif og við passaðum okkur að því að við vorum ekki með sko við til dæmis við kröðumst ekki afnámsverðtryggingar við sögðum bara lægri raunvexti alveg sama hvað þið kallið samsetninguna lægri vexti, við vissum það vel að verðtryggðulánin að þau voru ódýrari framan af fyrir lágtekjumannin sem var að taka lán, það voru ódýrari framan af. Hleyptu fleirum inn í kerfið. En urðu erfiðara þegar lengra leið. En við sko vorum alltaf mjög trú okkar samfæringu og til dæmis þegar komu viðbóta peningar inn í þetta kerfi og viðbóta lán, þá töluðum við lengingu í hengingarólunni. Af því að kerfinu var aldrei breytt í grundvallaratriðum eins og við hefðum viljað. En þetta er alveg rétt að þetta er dæmi hreyfingu sem að er breytingarafl og ég ætla að fara að segja áðan að Sigvaldi Björgvinsson sagði sko ríkisstjórnin er miklu hræddari við Sigtúnshreyfinguna heldur en verkalýðshreyfinguna og ég held að það verið nokkuð til í það á þessum tíma. Var þetta vinstri hreyfing? Sigtúns? Nei, hún var þannig ekki. Hún var bara alveg þverskurður af þjóðfélaginu sem að þetta fólks bara sína eigin hagsmuni bara húsið sitt. Já, nákvæmlega. Íbúðina sína og húsið sitt og þarna voru inni sko leigjandasamtökin, þau eldustu þetta og þarna var fólk sem að var að byggja sjálft eða kaupa húsnæði, margir að missa húsnæði sitt. Það var bara svona alls konar degla. Búsett og fleiri hafi átt. Já, búsetta. Já. Þarfi og rætur þarna. Já. Má ég fara fram í tíman, þá var þú orðið ráðherra í ríkisstjórn eftir hrun. Já. Og þá rís upp svona ekkert svo ósvipaður hópur, hagsmunasamtök heimilana. Já. Og þá þú eiginlega, þú ekki með krökkunum að fjölrita, þá þú orðið bara hluta af valdinu. Já. Hvernig var það? Það var ekki nógu gott og ég tel að sko sú ríkisstjórn hefði þurft að standa sér miklu betur hvað þetta snertir. Að hlusta fólk og vera meðal fólks. Já, líka það að sko þungamiðjan hjá Sigtúnshópnum var að segja sko fjármálakerfið er að taka of mikið af fólki og þegar að í harðbakkanslæðir þá ríkisvaldið að taka afstöðu með fólkinu ekki fjármálakerfinu nema að einhvern hluta til og ég stakk reyndar upp á því þegar að hrunið verður 2008 í októberbyrjun þá kem ég á fund Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar í ráðherrabústaðnum og ASÍ er þarna líka og ég segi að það eigi ég legg til fyrir hönd BSIP að vísitalan verið tekin úr sambandi. Þá vildi taka vísitalan úr sambandi. Og ég man að Gylfi Arnbjörnsson framkvæmdastjóri ASÍ eins og var þá, hann sagði hvað vil þá gera með lífeyrissjóðina? Og allt annað kerfi, allt úr sambandi segja. Allt úr sambandi og þá svo tökum við bara á hverjum hópi fyrir sig á eftir eða þá að gera það. Þetta hefði bjargað mjög miklu ef þetta hefði verið gert. Það var ekki gert. Og það var á þessum fundi sem að Alþýðusambandi vildi semja og ég segi það frá því í þessari bók að þeir voru búin að safna öllum samninganefndum sínum saman í karphúsinu og sögðu við erum búin að loka karphúsinu, við erum tilbúin að semja fyrir 7 í fyrramálið,
vera búin að klára samninga en með einu skilyrði. Það verið sótt aðild að Evrópusambandinu. Þetta var krafan sem var sett fram. Sem var draumur Gylfa. Sem var náttúrulega draumur Gylfa. Nema hvað? Að þetta... Og það var til að semja þá einhverja kjaraskerðingar til þess að mæta áfallinu eða hvað? Já, það var ekki komið svo langt. Það var ekki komið svo langt. En það var svona fyrst, það var þetta sem að þeir lögðu þarna á oddinn, settu þarna á oddinn. En þetta lýsir svolítið minni afstöðu síðan í framhaldinu að mér fannst við aldrei taka nægilega vel á fjármála skuldbindingum heimilana gagvart bönkunum þessi 110% leið sem var kölluð svo hún þjónaði bönkunum fyrst og fremst að því leiti það var afskrifuð lán hjá þeim sem að þegar gátt ekki borgað það var svoleiðis en það var aldrei tekið á vanda millitekju og lágtekjuhópana. Jú, kannski frekar lágtekjuhópana heldur millitekjuhópana vegna þess að vaxta bæturnar að þær komið mjög til góða mörgum nema millitekjuhóparnir þeir fóru mjög illa út úr þessu og margir mistu sig. Þeir nutu ekki vaxtabótana sem aðrir í þeim mæli sem aðrir gerðu og margir mistu sitt á þessum árum úr þeim svona hluta samfélagsins. Nei, við stóðum okkur ekki hvað þetta varðar en þegar að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs kom síðan komst á stólinn á sínum tíma og það var endurgreiðsla hvað var að kallað? Leiðrétting og þá var stjórnarandstaðan öll á móti því nema ég var það ekki. Ég var fylgjandi því. Þetta var nákvæmlega sama prinsipið og Sigtunshópurinn var að grefjast. Að segja fjármálakerfið oftóka fólki þá að borga tilbaka og að taka þátt í því að borga það tilbaka. Já, en á þá að borga hennum háa, jaft og hennum lága. Já, við kennum bara þetta prinsip. Svo skulum við reyna að finna formúlu sem að gera þetta sem er rétt áttara. Hlut leigjandana. Já, hvernig já. En þessi ríkisstjórn sem þú sast í, þetta er eina vinstristjórnin á Íslandi. Það hefði að kalla vinstristjórnin þá framsóknarflokkurinn með. Þetta er hreina vinstristjórnin. En það er enginn sem að tala vel þessa ríkisstjórn. Hún er bara, ég held að það er svo kannski auðveldara inn í VFG en hún er samfélkingin á mjög erfitt með þessa ríkisstjórn. Og misti tengsl við svona verkalýs? Sko, ég held að það sem að hafi hins vegar gerst og er svona réttmætt af vissu leyti að menn fóru út í það að réttlæta sjálfa sig í ljósi þess að annað hefði verið miklu verra. Það er ekki góður rök. Nei, en þannig er það nú oft, sko. Það er ekki allir flokkarnir sem að réttlæta þessa ríkisstjórn sem er núna? Jó, sko. Sjálfstæðisflokkurinn réttlætir það að annars við myndum fá bara vinstristjórn. VFG réttlætir það með því annars fengjum við bara miðflokkinn og reyna hægristjórn. Og það er allir að réttlæta eitthvað hvað það geti verið miklu verra ef ég verð ekki hann. Já, þannig réttlættu við það og ég hef oft gert það sjálfur og sagt og ég held að það sé rétt að ef við hefðum fengið framhald á sjálfstæðisflokknum. Þið fengur reyna meirihlutar frá þjóðinni? Ég veit það. Og við gerðum ekki þar sem að ætlast til á okkur og ég er að taka undir þá gagnrýni. Ég er að taka undir þá gagnrýni gagvart fjármálakerfinu, gagvart skuldurum, kvótakerfinu skal ég bæta við og fjölmörgu öðru. En ég er að segja það að með sjálfstæðisflokknum þá hefði ástandið orðið en þá verra í einkavæðingu og misskiptingu. Og annað til dæmi sem kemur í ljós við lestur þessar bókar þar sem ég er að fara yfir Icesave-málið að við á þinginu úr VFG sem að urðum þess valdandi að stoppa Icesave í samvinnu við hreyfingar út í þjóðfélaginu en við áttum þar mjög drúgan hlutað að máli við ætluðum aldrei að fella ríkisstjórnina á Icesave við ætluðum aldrei að gera það vegna þess að við vissum að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið fljótur að semja. Hann var búinn að semja fyrir okkar eða í rauninni svona fallast á hnén áður og hann hefði gert... Hann var fylgjandi setningssamningnum?
Já, fylgjandi seinni samningum og var, og við, sem sagt, við vildum ekki framhald á þeirri stefnu sem hann hafði fylgt, við vildum það alls ekki. Og þannig að við reyndum að búa svo hnútana að málið færi til þjóðarinnar. Það er það sem við vildum, án þess að fella ríkisstjórnina. En var ekki ríkisstjórnin eiginlega dáin eftir Icesave? Gat hún eitthvað gert? Já, hún var mjög kripluð eftir þennan, var svona mjög löskuð, skulum við segja, löskuð eftir Icesave, en þessi ríkisstjórn gerði síðan svona sitt hvað ágætt á sviði mannréttindamála sem að skipti margamáli. Við svona opnuðum á ýmis mál sem að höfðu verið lokuð. Guðmundur og Geirfinnsmálið hefur verið til umræðu, svona ofbeldi gagnvart börnum, við rifum það allt saman upp. Þannig að við skulum ekki alveg taka allan plús frá stjórninni, það var sitt hvað sem var gert ágætlega. En að þið verðum að tala um svona hreyfingu í samfélaginu og svo kannski formlega vald. Frá sjónarhóli svona búsaldabyltingarnar, að ég hef verið að tala við fólk sem tók átti því. Já. Þá svona tilfinning fyrir að búsaldabyltingin hafi haft áhrif á stjórnvöld, til dæmis bara fyrir ríkisstjórn fór frá völdum og væntingarnar sem að voru þegar þessi ríkisstjórn er mynduð og væntingarnar sem að voru fluttar til vinstriflokkana. En síðan hafi það kannski verið svona þegar það fóru að líða á haustið að þá hætti eiginlega búsaldabyltingin hafa áhrif á stjórnvöld. Það var svona, þá sneri ríkisstjórnin sem að þú sast í, sér að einhverju öðru, kannski lokuðu menn sér bara inn í ráðuneytunum og voru bara að tala við sitt fólk. En þessi svona von sem að var að við getum búið til eitthvað nýtt, að þetta gæti leitt til eitthvað, að hún var eiginlega farin að dofna svona með haustinu. Já, haustinu þá er talað 2009. 2009 bara strax. En svo það náttúrulega annar armur sem bara þannig gegn Icesave og ég nefndi hagsmunasamtök heimilanna sem heldur áfram með mætti sem kannski myndum að maður gæti flokka sem svona borgarlega hluta búsaldabyltingarnar. Ég held að sé mikið til í þessu. Ég held að það sem að þarf að læra af þessu inn í framtíðina er að nýta sér það svona róttæka andrúnslótt sem að getur skapast og skapaðist á nefa þessum tíma að voru allir gluggar opnir skeið og ótrúlega tækifæri sem var ekki nýtt, það er alveg rétt. Ég held að menn bara verða að horfast í augu við það. Við gerðum ekkert í kvótakerfinu. Ég nefndi ýmis mál sem að við gerðum ágætlega, held ég, og lögðum okkur fram en þegar kemur svona að róttækum breytingum á samfélagsstruktúrnum, fjármálakerfinu, fiskveiðistjórnuninni og öðru slíku, að þá stóðum okkur ekki í stikkinu. Það verður bara viðkynast en svo er. Og ég segi þetta eiginlega með miklum alvöruþunga til að læra af. Að menn verða svo litið að trúa á eigin lausnir, að þeir meini það sem þeir eru að segja við kjósendur. Bæði í stjórnarnarstöðu og þeir eru komið stjórn. Alltaf. En skiljið ekki eftir. Alltaf. Stóru orðin þegar þau komið stjórna. Nákvæmlega, já. Af því að það að stjórna er bara stjórna eins og hægri strákanir. Já. Ef við hefðum framfylgt stefnu samfylkingarinnar og VFG í kvótamálunu, þá hefði kvótakerfið verið afnumið. Það hefði verið gert. Við vorum með tillögu að höfðu stuðning þjóðarinnar. Og höfðu stuðning þjóðarinnar og þetta var ekki gert. Og þannig að tækifærin eru þarna, en sagan, mannkinn sem hún er ekki lokið og Ísland sem hún er ekki lokið og það kemur morgundagur, en þá er bara að læra það var að taka annað dæmi svo þú ert ekki aðilað svo ég sé ekki eins og ég sagði ásaka þig mér er allt í lagi 78, þá kemur vinstri meirihluti í Reykjavíkurborg í fyrsta skipti það sem ég man eftir honum var einmitt eitthvað svona það var svona aðeins meira frelsi það breytti svolítið svipurinn á Reykjavík eins og það verið að vera að losna við svona einhver leiðindi en þau náðu ekki neinum svona breytingum í gegn sem að voru ykkur anda við það sem að þau voru að berjast fyrir. Það er eiginlega miklu seinna sem að erlistirna er í gegn í sambandi við leikskólamál og þá er það með svona öðrum hætti.
Þannig að því að þú var að tala svona sjálfströst vinstri manna, að þeir eru komast til valda að þeir taki vinstristefnuna með sér. Já, ég var með þá kenningu með verkvallið 1984 og öll verkvall. Árangur af baráttu fólks, hann skilar sér aldrei strax. Það langtíma áhrif sem að hún hefur. Það langtíma áhrif. Áhrifin af verkvallinu 1984 komu mörgum árum síðar á næstu árum á eftir. En þetta að þú segir ég ætla ekki vera að gagnrýna þig neitt sérstaklega, við finnst það bara allt í lagi og mér finnst það þurfi að gerast að maður sé gagnrýndur og taki við gagnrýni og reyna að skilja hvað fór úrskeiðis. Ef manni á annað borð alvara að vilja breyta samfélaginu eins og maður segist vilja gera, þá verður maður náttúrulega að horfa svona á eigin gerðir líka og viðurkenna það sem vel gert en vera tilbúin að taka gagnrýni og endurskoða það sem að gerði ránt. Já, eða búsáhaldabyltingin, þetta náttúrulega rennur allt saman, Ég held að til að skilja þetta umrót í verkalýðshreyfingunni og bara samfélaginu, já, ekki síst í verkalýðshreyfingunni, að þá þarf maður að horfa á hvað var að gerast í verkalýðshreyfingunni á síðustu áratugum, líkum við að segja. Og verkalýðshreyfingin eða hluti hennar var svona að gangi gegnum ákveðna ísöld. Verkalýðshreyfingin, hún missir handfestuna, hún missir tengslin við fólki, við búsáhaldabyltingunum. Það voru engin tengslar á milli. Já, Gylfi var búað niður. Já, engin tengslar á milli. Og síðan verður rót mikið og með miklu brambolti og stundum skiljalegu og stundum sorglegu svolítið og dapurlegu sem mér finnst mér finnst að fólk sem að hefur verið að deila margt hvert eigi heima saman og ég er búin að horfa á bara með fögnuði á það sem að Sólveig Anna hefur komið inn í umræðuna í samfélaginu, svona róttæk hugsun fyrir hönd láglaunafólks, mjög gott. Að samanskapi hef ég hort til Drífu Snædal, fylgst með henni frá því vorum í stefnu, frá því hún var forystu kona iðnem á Íslandi, mjög róttæk og erfið stundum alþýðu sambandsforystunni og mér fannst þegar hún kom til sögunar, mér fannst hún flytja með sér mjög ferska vinda, þá byrjuðu hlutinir að breytast og svo má fólk ekki hafa hvert af öðru það sem vel gert, það má ekki gera það og ekki gagnvart neinum og vegna þess að svo jafna hlutir sig og vonandi og ég er svona að trúa því að það muni gerast það. Með öðrum orðum, það er verið að koma út úr ísöld, þar sem að búið að missa tengslin við samfélagið, við svona rótina í samfélaginu, við búsáhaldabyltingur, engin tengsl og núna erum við enn á þessu umbrota skeiði. Við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu en eitt verið þó að segja að það er meira líf í verkalýðshreyfingunni þau eru ekki búin að ná utan líf sitt alveg alls ekki og ég óska öllum allsins besta í því efni en við þurfum að reyna að skilja þetta í ljósi þessar erfiðleikar sem að hreyfingin hefur að ganga gegnum. En er þetta ekki bara allt í lagi, má ekki nota þess að þú varst að segja stjórnmálaflokka áðan að er ekki ég meina, flokkar koma og fara og þótt að alþýðusambandi verði veikt í einhver
ár og félögin taki meira vald til sín, skiptir það einhverju máli? Hættu okkur ekki til þess að verða allt og hræddum að allt sé að eyðileggjast og brotna, aðalatrið náttúrulega bara hreyfingin sé á lífi. Já, en sko, jú, það er alveg rétt og stofnun, ég meina verkalýðshreyfingu stofnun er í senn stofnun og hreyfing og ef hún verður meiri hreyfing og minni stofnun þá er það ekkert ræðilegu hlutur. En ég svona horfi svolítið til þess að öfl innan þessar hreyfingar virðast mér vera að takast á sem að er ekki með gagnstæða hagsmuni. Þannig kemur þetta mér fyrir sjónir sem áhorfandi að þessu og það eru brigsliri sem ganga á milli sem að eru svona tilfinningaþrungin og eiga vonandi eftir að svona verða skaplegri þegar fram í sækir. En það er alveg rétt. Minnir svolítið á þegar fólk er að tala um makan sem er að skilja við. Það gefur hún oft maka einhvern. Já. Þannig að maður tekur ekki alltaf fullt mark á því. Nei, og ég gerir það alls ekki, sko. Nei. Herðu, Ögmundur, hvað þú ert í pólitík? Já. Og hvernig í pólitík? Þú ert ekki í neinu félagi? Ég er í félagi. Nú, hvaða félagi? Íslenska samfélaginu. Það er stærsti flokkur landsins. En ég er stiginn út úr heimi stofnana stjórnmála. Já. Það er ekkert að draga þig inn í þingflokksherbyggi? Það er ekkert að draga mig inn í eitt eða neitt annað en bara úti í samfélagið og ég ákvað það þegar ég fór af þingi 2016 að ég ætlaði að hugsa upp á nýtt og ég ætlaði að frelsa mig frá þinginu og frelsa þau frá mér og ég held að allir hafi verið bara mjög hamingjusamir með þá ákvörðun en ég var ekki hættur í pólitík. Þú skelltir ekki eftir þér? Nei. Þú er ekki verið með rakarði nema náttúrulega þessi gamansemi Já, en það er bara hreyfingi frambóð þetta er bara málefnalegt þetta er bara, ég er að tala um pólitíkina, ég er að tala um Vífilsstaði, ég er að tala um vegina Sigurðar Inga og það lætur engin nokkur maður hætt að tala á þá veru. Það sem að ég hugsaði var þetta. Það sem máli skiptir, eins og ég sagði hér áðan, að pólitík snýst það hvernig samfélag hugsar og hvað samfélag leyfir stjórnmálunum að komast upp með. Og hvað er það þá sem hefur breyst frá því fyrir 40 árum þegar að samkenndin var miklu meira ráðandi en núna. Hvað er það sem hefur breyst? Jú, samfélagið hefur sofnað. Það er ekki nógu vakandi, það er með þessa svona grunn hugmyndin en það sefur. Þá er að vekja það og reyna að örfa þá til umræðu mál sem að ættu að brenna á því. Og þar er komið skýringin á því ég stofnaði til þessara funda, til róttækra skoðunar. Þeir eru bara dóu í COVID. Nei, já. Var ég ekki bara með þeirra á síðasta fundinum? Ég drafði það kannski. Nei. Það var einnig viðbútt. Heyrðu, það voru bara mjög kröftugir fundir sem vorum með kvotan heim og vorum með COVID tók eiginlega á okkur. En við sáum við COVID, vorum með 10-11 sjónvarstætti og það bara býði þess að vera tekið upp aftur. Það er ekki að byrja aftur með þessa fundi í róttækra skoðunar? Jú, ég mun gera það. Vegna þess að sko þessi nálgun að stjórnmálin ráðist ekki inn í þingflokksherbyggjum eða inn á alþingi innvörðungu, ráðast að einhverju leiti þar, svona einhver valdapólitík og geta ráðist þar einhverju leiti, en þau skipta, það sem að á að horfa til er samfélagið, er sigtúnshópurinn, er hreyfingin, er verkalýðs hreyfingin, hvað hún gerir og hvað hún vil. Og það er þarna sem ég beini sjónum mínum og ef allir líta þannig á málin að það skipti kannski ekkit síður máli hvað kennarinn segir í bekknum, hvað leigubílstjórinn segir, hvað Sóley dóttiðin segir í kastljósi sjónvarsins og ef þið mikil áhrif á okkur öll, hvað fólk er að segja og hvetja til og opna á í samfélaginu. Þetta er pólitík
og ég á kafi í þessari pólitík og ætla að vera áfram. Og án þeirra stjórnmála að þá eiginlega skiptir engu máli hvað inn í Alþingishúsinu eða ríkisstjórnina, að það ekki fyrir það möguleiki að breyta ykkur ef að þeir sem eru þar inni sækja aflsitt og stuðning inn í eitthvað svona reyfingu eins og þú þetta. Já, og ef við tökum Vinstri-hreyfinguna Grænt framboð og ef hún ákveður að lengja nafnsitt á ný með inntaki, þá myndi ég fagna því, sjálfsögðu. Þú ert ekki tíðu gestur þar á fundum í dag? Þú ert ekki tíðu gestur á fundum þar í dag? Nei, ég hef stigið út úr stjórnmála stofnunum, svona stofnana pólitíkinni, en þeim mun duglegri að sækja fundi Kúrda og kvótann og svo framvegis og vil vera allstaðar þar sem að ég get haft áhrif og hjálpa til. Þú ert alltaf velkomin hingað. Takk fyrir. Við látum þetta á gott heita Sinni, Ögmundur Jónasson, og hlustendur þakka ég fyrir að hafa staldra hérna við rauðaborðið og hlustað á okkur tala rauða þráðinn. Nú komin helgi og ég býð ykkur bara góðrar helgar, en minni á að á mánudaginn þá verður rauðaborðið á sínu fasta tíma klukkan 8 kvöldið. Góð helgi.